Guðrún Soffía Viðarsdóttir, fyrrverandi knattspyrnukona hjá Þór Káa. Velkomin. Guðrún, ertu fann að spá eitthvað í knattspyrnusumar í 2013? Heyrðu, já, aðeins. Ég var aðeins verið að kíkja á leikið með Lengjubikarnum. Aðeins var hann að skoða hvernig þetta er. Þannig að bara sumarið lítið vel út. Nú stelpunum ekki gengin eitt framan af í Lengjubikarnum, gekk ekki sem skildi en svona aðeins á sér og strik. Hvernig telur að það komið til leiks í sumar? Ég held að það komið sterkar. Það náttúrulega ekki mikil breyting á leikmannahóp og frábært að bandarísku stelpunum vera áfram með. Eina spurningi sem ég set hvernig nýji markmaðurinn kemur. Það náttúrulega gífulega missir að hafa mist þessa sem var í fyrra. Og frábært að hafa Matti Sver aftur. Þannig að ég held að séum bara mjög heppin með að hafa útlendingan aftur. Og svo náttúrulega eru hinnar stelpunar sem voru fyrir í liðinu, árinu eldri og reynslunni ríkari, Íslandsmeistarar. Hvernig er þetta að telli að gangi í sumar? Heldur það náði að halda titlinum og bikarnum hérna í Hamri í haust? Vonandi. Ég er bjartsýn á það. Þó svo að náttúrulega hinliðin séu líka komið með meiri reynslu og séu líka byggja á svona ungu fólki eða einstaklingum og þá held ég að þeir ættu alveg að geta sett markmiðið hátt. En það kannski hjálpar okkur að breytingarnar ekki með miklu á hópnu þannig að þá veit svona þjálfarinn og þær vita sjálfa að hverju að ganga í sumar. Algjörlega. Þær eru náttúrulega spiluðu mjög skemmtilegan bolta í fyrra og ætti þá enn frekar að vera fannar að þekka styrkleika og veikleika hver annar og geta þá byggt hver aðra upp. Þannig að ég held að þetta veri bara skemmtilegt sumar. Hefur þið fylgst eitthvað með öðrum liðum? Heldur að verði eitthvað lið í sumar sem eigi eftir að koma öðrum liðum fremur og óvart? Ég hef ekkert verið að fylgjast mikið með Lengjubikarnum núna nema þessu, ég sé 2 leiki núna bara með Þór Káa og mér fannst alltaf nokkrar FH-stelpur skemmtilegar, hraðar og með mikla snerpu, þannig að ég geti vel trúa að þær geti strítt nokkrum liðum hana. Þannig að þær kannski verið það lið sem að vera svona hálfgerð spútning lið í sumar? Já, ég geti vel trúa því. Svo er enda spurning alltaf hvort að þessi lið sem að koma upp, hvort það bæti einhverju leikmönnum við sig, fá útlendinga, en það skiptir miklu máli. Er ekki full ástæða til þess að hvetja áhorfendur til að fjölmenna á leiki og stelpunum var að fara að búa til svona meiri stemmingu eins og er hjá strákunum? Algjörlega. Mér fannst það oft vandhafi fyrir að kemur fleiri á völlinn af því að þær voru náttúrulega standið sér frábærlega vel og mættu bara endilega að skora á Akureyringa, mæta í sumar á leikjaðstelpunum. Þetta er mjög skemmtilegt að horfa þær. Þeir náttúrulega toppuðu aldeilis í síðasta leik, 1000 manns á leiknum sem var náttúrulega alveg í dásamleg stund. Bara frábært, æðislegt, það var bara gæsað fyrir allan peningin og algjör stæði. Ég sé það að það er svona glott í þér, langar því ekkert að taka þátt? Ég fekk alveg fiðringi fyrir sumar, ég skal alveg viðurkenna það, en ég kannski kem bara að reyna að koma mér inn í þetta einhverjum annan hátt en að spila, það er aldrei að vita, en þetta var dásamlegt að sjá þetta fyrir. Það er náttúrulega gaman að vera þó maður sig ekki ná, heldur bara í umgjörðinni og að styðja liði. Jú, algjörlega, það er þannig, bara það að mæta, það gefur manni nú smá, þannig að þetta er bara frábært, maður líka kannast við sumar sem stelpum að vara þjálfar og yngri og þannig að þetta er bara aðeinslegt. Þetta gefur þeim líka að sjá fullt af fólki í brjóstúku sem styður það? Jú, algjörlega. Það er svona auka spark í rassinn og líka bara að fá þennan stuðning og finna þennan stuðning frá Þórsurum og það er náttúrulega mjög mikilvægt. Og káamönnum líka, stelpunum og bara mjög mikilvægt að það finni fyrir stuðningi og vonandi mæti sem flestir í sumar. En það er ljóst að þér hlakkar alltaf mikið til? Mjög mikið. Ég hlakka mikið til að sjá hvort það er standi undir mínum væntingum allavega, hvort það er ná að fá titilinn aftur. Ekki síður sinna, það er hljótt að gera kröfu til sín sjálfar að þær eru á toppnum að reyna að vera þar áfram? Vonandi. Ég ætla bara að vona að þær setji markmiðið hátt og nái þeim markmiðum. Ég segi bara gleðilegt knattspyrnusumar og takk fyrir. Takk fyrir. Sölmundur Karl Pálsson. Sölvi, það sem að þú ert nú staddur erlendis, þá er nú ekki mikla líku til þess að þú sjáist á vellinum í sumar en ætlar að fylgjast með? Já, ég veit að reyna að fylgjast með eins mikið og hægt er. Ég munu þetta treyst á að heima síðan munu alltaf vera með einhverjar umfjallaðir og vonandi geti sínt highlights líka eftir leikina. En annars bara, sendi ég alltaf bestu strauma til Íslands.
Sölvi, segð mér, ef við byrjum á strákunum, Pepsi-deild karla, hvernig, nú eru konir í Pepsi-deildina á nýjan leik eftir eins ás fjarveru, unnu fyrstu deildin með miklum stæli fyrra. Hvernig leggst sumarið 2013 í þig? Það leggst bara rosalega vel í mig. Ég alltaf mjög spenntur því að mér svona sýnist að við séum með mjög flott lið. Og það var mjög gott að fá eins og Jóa Þórhallsheim og fá síðan þá Mark og Edin sem náttúrulega eru fanta góði leikmenn og sem þetta mjög sterkt að halda Chuck og Josh náttúrulega heima, þannig að við erum greinilega með mjög gott lið og ég eiginlega ekkert frá því að við séum mun betra lið heldur en sumar 2011 þegar við vorum síðast í deildinni. Þannig að við kannski komum til með að bara halda okkur með stæl kannski upp í Pepsi-deildinni. Þú bjartsýnn á það? Já, ég svo sem nokkuð viss að Palli og strákarnir leggja upp í alla leiki til þess að vinna og ég þetta bara setja á kröfu að þið vinni sér flesta leiki og þetta bara halda heimavellinum og reyna sinna að kroppa stig á útvelli og vonandi bara náum við að alltaf enda svona í topp 6. Þú voru að negla eitthvað sæti í? Ég vil alltaf sjá mitt lið vinna titilinn, það er bara þannig en svona ef ég tekur raunsætt á þetta þá var ég mjög sáttur með 7. sæti. Ég hef alveg trú á því að þeir geta alveg endað það átt. Sölvi, þú kannski ekki fylgst mikið með og erfitt að meta það en áttu vona að vera eitthvað sem að komi óvart í sumar? Ég veit ekki, ég náttúrulega ekkert séð neitt lið spila en svona pappírum þá finnst mér ég veit ekki að vera gaman að sjá eins og Víking Ólafsvík. Þeir náttúrulega vera sterkir á heimavelli en mér finnst samt liðið ekki nógu sterkt til þess að halda sér uppi en þú veist ég sé alltaf að fólk er að spá Keflavík mjög slæmu gengi en ég held að þeir þá komi spámönnum eflaust á óvart. Ég get alveg trú að þeir verið hans óvar heldur en er þeim en spá. Þú nefndir heimavöllin, hann náttúrulega hefur verið okkur drjúgur undanförnum árum og verðum við ekki að gera ráð fyrir því að það verði í sumar líka. Mjölnismenn nái að halda uppi almennilegri stemmingu í stúkunni? Jú, ég svo sem engar áhyggjur að gengi liðsins á heimavelli. Ég er miklu stressaður yfir hvernig þeir muni spila á útivelli og ég held að það muni skila reyða bakka munnin í sumar að það er bara hvernig gengi okkar verður á útivelli og ef við náum að vinna fleiri leikildur en síðast á útivelli þá verður við í flottum málum. Er nokkuð óraunhæft að gera ráð fyrir því að við verðum með betra gengi á útivöllum núna? Ég ætla að vona það. Ég meina, gengi útivöllum, það var það í rauninni sem felldi okkur síðast og við erum alltaf með miklu meiri reynslu heldur en síðast og þú veist þetta eru strákar sem eru náttúrulega með alveg risastórt Þórshjarta og ég held að þeir láta ekkert sömu mistök endurtaka sig þannig að við munum klárlega fá fleiri stig á útivelli. Þeir muni vilja sanna þetta ekki fyrir áhorfendur og ekki síst fyrir sjálfa sig. Já, ég meina við sem fylgst með liðinu að okkur finnst eins og sumar 2011 þetta var bara, ég veit ekki hvað svo, þetta var bara mistök að falla.
mér fannst liðið vera miklu betra heldur en taflan sýndi en þeir bara verða að sýna það fólki að og sýna í rauninni öðrum liðum að þeir eru betri heldur en margir halda og ég er alveg klára því að þeir munu gera það. Þú bjartsýnn fyrir þeirra hönd? Já, ég er náttúrulega verð að vera það. Ég hef alltaf eiginlega verið bjartsýnn á gengi Þórs og sama hvernig viðrar og ég meina núna viðrar alveg ágætlega og ég er ennþá bjartsýnn en venjulega en já, þannig ég er það. Sölvi, þetta er eini fótbolti sem við getum fylgst með, það er ekki mikið fótbolti út í Kanada? Nei, þeir svona sem fylgjast mjög lítið með fótboltanum og það er rétt svo að ég nái meistaradeildinni en annars erum við bara í hokkíinu. Það er það eina. Þeir eru komnir út að hálan ís? Mjög hálan. En ég er svo sem að reyna að byggja upp stuðningsnet Þórs hérna í Kanada og sérstaklega henni í Winnipeg og ég er ekki frá því eftir nokkur ár þá á Þór stærsta áhorfenda eða stuðningsfólk hérna í Winnipeg á öllum liðum í Pepsi-deildinni. Þú ert eins konar trúboði? Já, ég er með þess að genga reglulega í fótspornum og þetta er svona smá saman að skýjast inn í Winnipeg búa. Sölvi, mér líst vel að halda áfram að breiða út boðskapinn. Ég mun gera það, klálega. Sölvi, takk fyrir. Takk sömuleiðis.